Þá kemur nú ætlum við að ræða fósturvísa og fósturvísagreiningar á Íslandi og það er Þórir Harðarson, fósturfræðingur hjá Sunnu Frjósemi sem ætlar að segja okkur frá því. Og svona. Tók smá tíma, fyrirgefið þið. Góðan daginn. Þórir heit ég og þessi fína kynningu og takk hérlega fyrir að fá að koma. Og þetta var náttúrulega að passa mjög vel þessi kynning sem að fyrirlestur minn fékk í síðasta myndbandinu, sem vantarlega var hugsunin kannski líka. Og bara gaman að sjá, mér skilst að litla barnið sé hérna með okkur. Bara voða gaman. Og ég ætla með að ræða þetta sem að kallast PGT á ensku sem þá rauninni fósturvísaskimanir. Ég segi hérna loksins valmöguleiki á Íslandi. Þetta er náttúrulega búið að vera valmöguleiki erlendis í mjög mörg ár. Kemur tími að koma því að eftir. Og mér langar svolítið að kynna þetta fyrir ykkur að þetta er loksins að fara að gerast hér. Það verður draumur alltaf minn lengi. Efni fílis er bara, ég ætla að reyna að gera það frekar létt. Þetta er náttúrulega mikil tækni á bakvið þetta, alls konar erfðafræði og annars slíkt sem ég kann voða lítið í. Hákon er mikið betri hérna í því heldur en ég og alltaf því reyna að sleppa því. En fjalla kannski meira almennt þetta og hvaða möguleikar eru til staðar og gera þetta einfalt. Tala aðeins almennt glasafrjóvganir. Hvað eru glasafrjóvganir? Vita ekki allir. Þetta er nú tiltölulega einfalt líka. Svona aðeins val á fósturvísum en síðan svona PGT og hvað það getur, hvaða möguleikar eru fyrir hendi og verða fyrir hendi. Örstuð þá bara glasafrjóvgun. Það sem við gerum með glasafrjóvgun er náttúrulega tiltölulega einfalt eins og ég sagði. Það er raunin að vera líka eftir þessu ferli sem gerist heima. Eins og við sjáum á myndinni, það er egg sem losnar inn í eggjaleiðarana og frjóvgast það ef það er heppið með sáðfrumu sem á leið sinni framhjá. Og svo festist það á degi 5, þið sjáum þarna lengst niður til vinstri, ég veit ekki hvað það er ekki einhvers konar svona, þarna hér. Þetta er svolítið kímblaðra, eftir að sjá svolítið eina eftir og eftir að sjá eina klekjast inn í loka myndbandið. Hún flýtur hérna niður eftir 5 daga, þetta er dagur 0 og 5 dagum seinna. Sem er svona sirka það sem við getum líka ræktað í smásjánum okkar í glasafrjóvgunum. Á 5. degi venjulega og þetta hefur okkur öllum tekist að gera, að festast hér í leginu og til þess að gera það þurfum við að klekjast. En ég kem að því á eftir. Þetta er allt til þess að við getum fengið fleiri egg, þá er notuð lyf sem að líkja bara eftir sem bara raunir fjölda framleiða eggin í eggbúanum. Þau eru síðan tekin út og þau sjást hér, tekin út bara með langri nál og svo fáum þau á rannsóknarstofunni, blöndum sáðfrumunum saman, fáum fósturvísa sem við þá ræktum í 5-6 daga og venjulega þá tökum við einn og setjum hann tilbaka, setjum hann yfir í óvonandi verð þá fáum við ófríska konu þar og getum kannski frist afganginn. Þetta er þetta venjulega ferli sem fólk fyrir í sem vill reyna að eignast börn og á erfitt með að gera það heima og gera það þennan hátt. Það sem að PGT eða fósturvísagreiningar gera er þá að taka þetta og kynna betur á því eftir er að nota sér það að hér eru við með fullt af frumum, kannski frá því að vera ein fruma hér á 5 dögum, þetta er kannski 150-200 frumur, getum að fara hérna inn, tekið smá lífsýni, frist fósturvísin, sendt lífsýnin út, fengið þau greind og sett það bara tilbaka fósturvísi sem ekki er með þennan erfðagalla sem við verðum að leita að. Og það er ekki bara brakka heldur, það getur verið þúsundir annarra sjúkdóma, hugsanlega alvarlega mjög sjúkdóma sem að þekktir eru. Ég lofa ykkur að gera þetta svolítið skemmtilegt og þetta er svona myndband sem sýnir svolítið allt saman þetta ferli. Hér eru fullt af sáðfrumum sem eru að synda. Við gerðum þetta myndband fyrir löngu síðan í Gautaborg þegar ég var að þykjast að rannsaka eitthvað. Og þetta er svona átt að líka eftir því hvernig sáðfrumun að synda þarna upp eftir eggjaleiðurunum og að leita einhverju eggi að fá að bora sig inn í. Þið sjáu það er sumar stoppa og aðrar halda áfram. Og svo finna þeir eggið svona svolítið þegar ofar kemur. Ég veit þetta hefur kannski ekki mikið með þennan efnifíl þetta að gera en þetta er allt mikið skemmtilega finnst mér að vera með smá vídeó. Þannig að sjáu þið eggið þarna í þarna koma þær. Leita egginu sínu og svo komstu stundum bara nokkur þúsund sáðfrumur, það geta verið 100 milljóna sáðfrumur í einu sáðlosi. Það eru kannski ekki nema nokkur þúsund frumar sem koma svo sáðfrumar sem ná egginu. Og þarna er eggið, geimskipið
Og þið sjáu stærðarmunin á sáðfrumunum og egginu, það miklu stærra. Og það ferðast þetta niður eftir eggjaleiðrunum í áttina að leginu og leiðinni á það að frjóvgast ef allt gengur upp og áhuga á því. Og þetta tekur svona smá tíma, ég biðst afsökunar, ég get spóla hraðar ef tíminn farin að renna frá okkur. En þarna, og svo koma þeir upp að og bara bora sig hérna í gegn. Og þið sjáu ef leiðin hérna yfir, þetta rosa löng leið, eggið sjáum ekki einu svona eggið, þetta bara svona himna í kringum eggið, eggjaskurnin sem að blessa sáðfruma þarf að koma sér í gegn. Og þarna sjáu þið svo eggið sem frjóvgað þá með einni sáðfrumu, þarna hefur blásið út í lítinn kjarna og svo kjarnin frá sjálf egginu. Og þegar þetta samanast þá verður ný einstaklingur til. Og það getum við séð svolítið hérna í ræktunarskápunum okkar. Hér myndband sem sýnir þetta. Þetta eru 6 egg sem hafa nýlega verið frjóvguð. Og þegar ég set á stað þá sjáu þið klukkan byrja að tikka. Hér eru 30 mínútur liðnar, þið sjáu það. Og klukkan tikkar hérna þegar framlega stundur. Svona erum við að gera á hverjum degi. Þið sjáu hérna koma forkjarnarnir og svo renna þeir saman eftir svona einn og einn. Sjáu þið? Þarna getur maður að segja nýja einstaklingur verið til, svo skipta þeir sér. Svona heldur þetta áfram. 4 frumur, þetta dag 2, cirka. Þetta búið gaman. Og þessi, þú sjáu það að nummer 4 ekki alveg að standa sér sérstaklega vel. Hinir gera það aftur á móti og að mynda þessar kynblöðrur. Þarna dagur 3, svo fara að renna saman í svona svolítið deig, kallast mórula. Og síðan í kjölfari fyrir að myndast þetta holrými og svo þessi kynblar. Og þetta getur við sagt að sé svona fyrsta skipti sem að frumundar líkamar fara að breyta sér annarkvort í þessa gerð, þessa frumugerð sem heitir trofectoderm sem að einmitt sýnin eru tekin úr, þá farið hér inn og nokkrar frumur hér teknar, settar í lítið glas, sett til greiningar. Og fósturvísin síðan fristur og þetta verður sem sagt, þessa frumur hérna kannski nema 20 verður þá barnið. Þannig að þetta allt saman, svona höfum við öll verið, einhvern tímann. Já, þið hlægið, þetta bara alveg mál. Þannig að þetta var þetta stutt glasafrjóvgunina, þetta nú alltaf svona gaman að segja fyrir þessu. Svo ætla ég að tala aðeins PGT og ég ætla ekki að tala svo mikið val á fósturvísum, það sem við gerum hérna, þegar við horfum tilbaka. Svo það stundur svolítið erfitt að velja hvaða fósturvísa á að setja upp. Þarna allir rosalega fallegir. Og þetta fyrsti sjúklingurinn hjá okkur sem var testsjúklingur, það voru ekki langt síðan við opnuðum. Við verðum að fá eitt par sem við vissum að væri frjó, til þess að við vissum að alla leiðslunar hjá okkur væri nú örglilega, þetta væri nú myndir að vera ekki eitrað umhverfi, þannig að þau komu til okkur sem betur fer leit allt vel út. En nú vandamáli að velja hvernig að setja upp. Og væri voru gott að væri tækni til þess að það væri maður gæti sett upp fósturvísa sem væri bara ekki með einn svona hræðileg gen, en það nú ekki alveg þannig sem þetta virkar núna, en getur kannski gert í framtíðinni. Segja sumir að það verði óábyrgt að vera búið til börn heima þessir, sem verður að koma að glasafrjóvgunardeild til þess að gera þetta ábyrgan hátt. Og það einmitt þetta PGT sem að kannski aðalatriðið hér, sem þá fósturvísa greining. Og má ekki skipta þeim í rauninni í 2 flokka, annars vegar þá sem að skjólstæðingar sem að koma og við erum þegar komin á stað með þetta, það að segja vilja bara fá upp fósturvísa sem að auka líkurnar á því að það fæðist barn yfir höfuð eða minnka líkurnar á því að maður missa endurtekið fóstur sem að gerist oft þegar fósturvísarnir hafa litningafrávik, það að segja vantar litning 15 og 3 og hitt og þetta sem veldur því að það verður aldrei lífvænleg þungun. Og þetta kallast PGT-A og stendur fyrir Aneuploidy Screening Æð. Það bara verið að sjá til þess að 46 litninga per til staðar. Hins vegar þetta PGT-M sem þá, M stendur fyrir Monogenetic og það sem sagt, ef það aðferðin alveg svo sama, en þarna verið að reyna þá að greina ákveðin sjúkdómsvaldandi gen. Og það það sem þetta kannski snýst byggir alltaf sömu aðferðafræðinni. Það að segja að ná í einhvers konar erfðafræðilegar upplýsingar til fósturvísum fyrir þungun. Komi veg fyrir það að barn fæðist sem hefur þessa
þessa arfgerð og auðvitað getur maður haft ákveðnar siðferðislegar hugsanir það, hvað manni finnst það, en við erum nú oftast að tala gen sem valda mjög alvarlegum sjúkdómum. Og maður getur alltaf rifist það hvað alvarlegur sjúkdómar sjálfsögðu. En þetta sem sagt tæknin. Þarna sem erfðarannsóknar og ráðgjöf, það sem að Hákon og þau erfðafræðideildinni gera vel og við tökum ekki á móti neinu fólki sem ekki hefur ferið gegnum hjá þeim. Við erum bæði greiningu og ráðgjöf. Það glasafrjóvgun sem þið sjáu mjög skemmtilegt ferli og svo þessar lífsýnatöku sem að við gerum þarna hjá okkur og ég veit að þarna Lífið fer að gera þetta líka. Og bara gleði efni að skulle vera hægt að gera hér á Íslandi og þetta kannski, það lífsýnatakanurinn sem hefur staðið þessu öllu saman fyrir þrifum hjá okkur. Því þetta eins og ég sagði þá, þetta búið að vera þessi, þó hún hafi verið svona svolítið groddaraleg hérna fyrir 1990 þá hefur þessi tæknirunni í prinsip verið til staðar erlendis í marga áratugi. Svolítið synd að þetta skulle ekki hafa gerst hér, en eins og ég sagði, ástæðan fyrir því það að við erum það fá og eins og með margar sérfræðilega eðlisfræðilega þjónustu, það er erfitt að kannski vera með þjónustu sem byggir á bara nokkrum einstaklingum. Og það kannski verður ekki einu sinni vel gert, en maður gerir þetta ekki nóg oft. Því það er þessi blessaða lífsýnataka sem við taka til þetta, það er hún sem að krefst ákveðina svona þekkingar, rauðið þakki fyrir alltaf. Það er þegar maður er að taka litla pípettu, heldur pípettu hérna egginu föstu eða fósturvísinum og gerir smá gatinu með laser og fer svo inn með aðra pípettu og togar út nokkra frumur og skýtur með laserum hérna á og losar þær í burtu, tekur þessa frumur hér og setur það í glös, fristir restina af fósturvísunum. Þessi sýni hérna sem er búið að taka hérna þá bara sett í svona tilraunaglas, lítið glas í svona buffer. Ég lofa ykkur ekki að vera tæknilegur. Og svo fer fram einhvers konar erfðarannsókn sem ég kann ekki deili á. Og svo þegar maður fær svarið þá kom einhverjar niðurstöður og þá þýðum við upp þann fósturvísi segjum það hefur verið fósturvísi númer 3 sem ekki ber þetta gen og þau lifa oft mjög vel af þetta allt saman og svo verður uppsetning í náttúrulegan hring hjá viðkomandi. Og maður getur spurt sig, lifa þessi greið þetta vel af? Og þau gera það. Þetta er svona graf sem að einhver getur horft á, þetta er gamans, en sérstaklega hérna, ef það er verið að taka lífsýni, hérna þetta er sem sagt ekki lífsýnataka, hér er lífsýnataka, þessi rauða er búið að taka smá nokkra frumur úr og svo verið að fylgjast með því hvernig gengur hjá þeim, það er að segja að búa til þungun. Og það er mjög lítill munur þar á. Það virðist ekki hafa mikil áhrif á fósturvísin að það sé farið inn og tekna nokkra frumur, eins og dæmin sína. Svo spyrir maður sig hversu mörg gen og ég er ekki með neitt frábæran lista ef þetta er eitt af þessum fyrirtækjum, þetta er ekki auglýsing fyrir þá, ég sá þetta bara einhvern heimasíðu þennan, eitt af þessum fyrirtækjum sem að gera þessar greiningar. Maður þarf sem sagt, aðalatriðið er að þegar við getum boðið upp á þetta á Íslandi, þá getur rauninni öll meðferðin farið fram hér heima. Fólk þarf ekki að fara erlendis og búa þar og fljúga fram og tilbaka, heldur bara getur gert þetta í rólegheitunum hér. Allavega Reykjavík þurfa ekki að fara mikið meira en bara nokkra kílómetra. Og þá er valið náttúrulega gríðarlegt. Það er rosalega mikið sem hægt er að greina. Þess vegna er svo mikilvægt fyrir okkur sem vitum ekki neitt erfðafræði að vera í góðu samstarfi við Hákon og félaga sem að myndu þá, okkur innan handar og sjá algjörlega alls konar alla þessa erfðaráðgjöf sem við getum ekki gert. Og þessi, ég veit ekki okkur, tekið þetta bara alls sem þó líka þegar þetta kemur alltaf fyrir ekki svona. Hvað möguleikar eru þá til staðar með PGTM eða þessari síun? Það er að sjálfsögðu bara að augljósa, að fjarlægja að komi vekk fyrir arfgenga sjúkdóma úr heilu ættum. Við erum bara tekið í burtu. Og ég get bara sagt persónulega sjálfur, sonur minn, bæði sonur og dóttur eru með BRCA-genið og þetta hefur sjálfsögðu verið erfitt og hann hefur mitt farið í ferði sem ekki tókst, erlendis reyna að búa til eitt svona. Og eina fyrir var ekki fyrirgefðu. Og það er búin að gleyma þessu og gerir þá bara barnið heima í staðinn og tekur sénsinn því að þetta bara verður ódýrt. Ég held að það kosti einhverja 4 milljónir minnst, ég held að þið hefur verið að segja að þetta hefur einhverja 6. Þannig að þetta er... Já, nákvæmlega. Þetta er... En við vorum ekki sterk á það. Já, nei, fyrirgeðu, já.
Já, ok. Já, stafsóknar. Þannig að ég bara tek þetta sem dæmi að þetta tekur á, þetta eins og, ég þarf ekki að segja ykkur það á sjálfsögðu. Og þess vegna þetta náttúrulega bara, og ekki bara brakkagen, það erfgeng heilablæðingar sem þið viti hérna fjölskyldun sem eru hér sem geta hugsanlega bara hreinsað þetta út. Og auðvitað hjálpar það ekki þeim sem eru með þetta, ég veit það, en það hjálpar börnum og barnabörnum og þetta Huntingtons og Fabry sjúkdómur og þetta listin langur. Það kemur að sjálfsögðu veg fyrir mikinn kvíða og það sem sagt og það spara þjóðfélaginu, leiðilegt að alma skulle vera farin. Þetta spara þjóðfélaginu einhverja milljarða ári. Ég veit að eitt svona Fabry sjúklingur, hann var að segja það sjálfur, hann kom til okkar og var að reyna að eignast barn, strák helst að þetta X-tengt. Og hann segir að lífin hans kosti, og hann svona svolítið blöstrað, lífur miklu betur greinu, 100 milljónir ári kostar hann. Þannig að þetta svona no-brainer finnst mér að fyrir þá sem vilja þetta, að þetta sé mögulegt. Það þarf þá heldur enginn að fara erlendis lengur í þessa meðferðir. Þannig að þá spurningin hver staðan og ég, eins og sagði að það þegar að fara að taka þessa lífsundtöku sem hefur staðið svolítið fyrir þrifum hingað til. Og við erum þegar farin að senda út til greiningar, búin að gera einhver 10-20 sjúklingum sem hafa komið til okkar til þess að, eins og ég sagði, PGD-A, til þess að koma í veg fyrir að missa fóstur og annað slíkt. Það eru þegar komin nokkrar þunganir sem við erum mæla ánægð með. Svo þetta PGD-M sem við erum farið að byrja með, sjálfsögðu samstarf við Landspítalann mjög nánu. Við erum komið fyrstu 2 skjólstæðingar sem að vilja þá gera þetta og borga fyrir þetta sjálf, því þetta ekki ódýrt. Ekki einu sinni okkur, þó að við getum gert allt hérna, þá kostar sérstaklega greiningin rosalega mikinn pening, við getum gert það mismunandi hátt. Hjá okkur þannig að þú þarft ekki að fara í blóðsýni og senda út og bíða 1 ár, heldur gera það svona whole genome amplification, sagði eitthvað rosalega erfitt orð, því ég hef alla skil sjálfur. En þá þarft ekki að senda út blóð og annað slíkt, heldur bara allt rafgrænt og þú myndir bara fara í glasaflökun og senda út sýnið. Og þau ætla að borga þetta sjálf, kostar einhverja $2.100 stykkið. Greiningin úti sem ekki lítill peningur, sérstaklega ef allir fósturvísarnir eru svo allir óeðlilegir og þú getur ekki gert neitt. Þannig að þetta ekki ódýrt, þess vegna vantar okkur samning við SÍ, við erum búin að sækja það og ég held að það sé í rauninni bara formlegheit að við fáum samning við SÍ það að við fáum að gera þetta. Þeir eru með siglingarnefnd sem sendir fólk ekkert mál erlendis og það fær dagpeninga og hótel og allt borgað. En að því við erum ekki með samning sem við vonandi fáum fljótlega með haustinu, þá fá þeir sem koma til okkar engar niðurgreiðslur, en það vonandi að lagast. Þar koma náttúrulega, við erum búin að tala við brakkasamtökunum, góðu samtökunum, að það náttúrulega mikil þrýstihópur. Það náttúrulega aldrei engin eins góðu þrýstihópur eins og sjúklingasamtök sem bara frábært. Ég veit að þið hafa verið í samtölum við ráðuneytið þetta. Þannig að þarna, hér staðan svo sirka hvernig þetta hjá okkur. Við erum að fara á stað. En þetta alltaf stór möguleiki fyrir bara fólk á Íslandi að nýta sér þetta og þetta þarf enginn að nýta sér þetta frekar en með vill, heldur það stenda bara til boða. Ég lofaði ykkur því að enda á því að sýna ykkur eitthvað svolítið svona skemmtilegt, að vera svo tónlist með þessu, þetta tónlistaratriði í leiðinni, ég ætla ekki að syngja, ég lofa því. Þetta svona lýsir dramatísku augnabliki þegar fósturvísirinn ryðst út úr hylkinu sem hefði verið í kringu það. Og rétt áður en hann ætlar að koma og ráðast á móður sína sem þarf að bera þetta sníkjudýr í 9 mánuði og þetta svona svolítið eins og þetta svona fæðing, við fæðumst tvisvar segi ég. Fyrst þarna, við erum að klekjast eins og ungar og síðan þegar við, sumir fæðast nú ekki, þeir eru teknir út. Þannig að bara ekki vera hrædd við tónlistin sem kemur svolítið dramatísk, ég ætla að reyna að finna hérna, sjá, nú ég er búin að tala þetta og þá verður þetta að virka náttúrulega, sjá. Hérna, þetta eru svona. Komu svo. Já, fyrir að stað. Sjáu þið sáðförum hérna lengst upp klukkan 11, stærra minni. Sjáu þið litlu sáðförumina sem hangir utan á. Og núna ryðst hún út. Þetta er búið
rosalega dramatískt. Það er ekki kyngreining á þennan fósturvísi. Takk fyrir okkur. Spurningar? Ég veit ekki hvort að ég misti bara af því, ég var að pæla stundum í litlu, en eru þið að rannsaka fósturvísina hér? Nei, við sendum sýnin út og það er yfirleitt alltaf þannig hjá þessum glasafrjóvgunarfyrirtækjum sem að bjóða upp á þetta. Það er bara, þetta er alltaf dýrt, þetta er alltaf dýr tækni og breytir svo hratt. Það er enginn sem að gera þetta á glasafrjóvgunardeildunum. Þetta er sent á einhverja svona, ég veit ekki hversu margar segjum bara 5-6 staði í heiminu sem gera þetta og eru bara með gera þetta. Vitið hvert eru það sent? Við komum til að senda þetta til Bandaríkjanna, svo fyrir við sem Trump hleypi pökkunum okkar inn, en við erum þegar búin að senda eina pröfu með lífsýni sem að hafa komið fram og líta vel út og þannig að við erum bara að fara að byrja. Hann var ekki stoppaður einhver tolla yfirvöldum. Þannig við sendum til Bandaríkjanna, þetta er á Spáni, þetta er á Bretlandi, þetta er hér og þar sko, held ég. Já, takk. Það var bara... En það ekki bara okkar núna að reyna að þrýsta á að breski listin sé samþykktur, þannig að BRCA-genið komist í gegn? Jú, ég held það. Við erum líka búin að senda, við erum búin að biðja fund með ráðherra og segja að þetta sé bara mikið hagsmunamál fyrir land og þjóð, eins og maður segja. Það er nefnilega ekki inn í listanum sem þeir eru með núna, þá er BRCA-genið ekki inni, þannig að það er eitthvað sem þarf að vinna að fá samþykkt. Ekki fleiri spurningar? Ég er svolítið áhugavert að setja þetta í samhengi við allar þessar stóru spurningar sem þú þarft að svara þegar þú ert með áttaði á og færið upplýsingar og sért með BRCA-genið og ég fór að hugsa tilbaka, ég var búin að eignast sjálf fæða 3 börn og á 4 stráka þegar ég fæði niðurstöðuna. Þannig ég stóð ekki frammi fyrir þessari spurningu. En ég fór að hugsa þetta og hugsaði, hvað hefði ég gert? Og ég fór að velta fyrir mér, er eitthvað svona prósess fyrir okkur til þess bara að hugsa þetta innan allar hinnar risastóru spurningarnar? Hvort það sé eitthvað sem getur leiðbent manni kannski að spurja sjálfan sér réttu spurningana og komast þar með að réttri niðurstöðu? Já, ég var nákvæmlega þessum sömu spórum, ég og fyrrverandi kona mín, þegar við eignuðumst náttúrulega bæði mér dóttur og son sem er núna 30 og 27, bæði með þetta gen. Það var svolítið óheppin, en ég meina við erum heppin að eiga þau tvö. Þannig að það er einmitt eina siðferðilega spurningum, það er svona í þessum vali. En ég veit náttúrulega ekki nákvæmlega hvernig það, ef þú ert greindur, þá er sannlega auðvelt þá er náttúrulega auðvelt fyrir Hákon og félaga og það niður frá að ráðleggja fólki að þetta sé valmöguleiki. En aftur á móti fyrir fólk sem ekki veit það, þá er náttúrulega þetta svolítið erfiðar og vantar eitthvað sem maður leiðir ekki tögun að, sko. Þannig að ég held að það er allavega bót að vita að þessi möguleiki sé hér og ef að samfélagið og Alma, vinkona okkar, tæki það að sér að bjóða upp á þessa möguleika sem að kannski verða núna. Siglinganefnd hefur ekki verið að bjóða upp á BRCA-genið, sennilega verður það bara alltaf dýrt. Það er alltaf margir. Núna ætti þetta geta orðið miklu ódýrara, myndi ég halda, og listinn þar með stærri. Þetta þú segir eitthvað, Hákon? Þetta er eitthvað sem við ræðum í viðtölum við fólk á barneignaraldri ef það er áhætta á sjúkdómi til næstu kynslóðar. En höfum auðvitað svolítið ekki valmöguleikann á að ræða þetta við BRCA-samfélagið einfaldlega því þau eru tekin út fyrir sviga eins og staðan er í dag. Eitthvað sem við erum ekkert endilega sammála og höfum meira að kalla eftir gögnum frá okkar nágrannalöndum
hver ástæður eru fyrir fósturvísagreiningu í kringum okkur, því okkur grunar að brakka sé þar ofarlega á lista og með það sem við höfum heyrt. Þannig að það eitthvað sem við ætlum að safna saman líka til stuðnings við ákvarðanatöku SÍ upp á framhaldi. Þannig að en já, við ræðum þessa málmöguleika í hvert sinn sem við höfum tækifæri til og ræðum möguleg siðferðisleg vandamál og áhrif á fjölskyldutengsl og annað sem geta komið upp í kjölfarið. Maður skilur nefnilega ekki siðfræðina í því að ég geti komið inn á götun og ég fæ að velja mér þarna frjókunaðalega sem bláeygður og ljósarður með tónlistahæfileika, en ég má ekki velja út eitt stórhættulegt gen. Þú nefnir breska listan, sem bara svona fyrir ykkur til upplýsinga þá bara listi af erfðasjúkdómum sem samþykktur í Bretlandi, þar sem nefnd hefur komið saman og bara gefið mat á hvort eigi að bjóða fósturvísagreiningu fyrir viðkomandi sjúkdómi. Og við á Íslandi þurfum ekki að finna upp hjólið hvað það varðar. Þessi listi til, við getum notað hann og getum miðað þá við hann þegar við tökum ákvörðun hverjum eigi að bjóðast þessi þjónusta og hverjum ekki. Þannig að við styðjum þá fullkomlega líka að þessi listi sé til, sé notaður. Brakka á honum, bæði brakkagen og fleiri krabbameinsáhættugen líka. Eru allir komnir úr barneignina? Ok, takk fyrir mig. Mér langar bara að þakka innilega fyrir daginn og ég vona að við séum nú margs vísari. Mér fannst frábært að enda á þessu myndbandi. Ég var alveg stóð með að ég var á svona, eins og ég var að horfa á fótboltaleik, bara já, þú getur þetta. Og en þetta nefnilega svo margar hliðar á þessu og það eru svo margar ákvarðanir sem að við þurfum að taka og við þurfum að velta fyrir okkur. Það er uppbygging, það er brjóstnám, það eru barneigni, hvernig ætlum við að koma þessu allir fyrir, eitthvað sem að kannski fólk sem að hefja lífið ekkert endilega spá í alla jafna. Þannig að þess vegna segi ég að það er gott að hafa samfélag eins og brakkasamfélagið af því að jafningjasamtalið líka mjög dýrmætt inn í þetta allt saman ásamt því að hafa alla þessa frábæru sérfræðinga með okkur sem að fara með okkur í gegnum þetta. En jafningjasamtalið skiptir máli þannig að ég þakka líka fyrir brakkasamtökin og þetta samfélag hér og mig langar að þakka ykkur innilega fyrir komuna og samverun í dag.